Já, sæl. Ég heiti Svandís Nína. Ég vil byrja á því að þakka fyrir ofboðslega skemmtilegt og gefandi kvöld, mjög upplýsandi. Eins og þið hafið mörg hver í pallborði komið inn á núna í kvöld, þið vísið oft í almenning, þá það einmitt sá þáttur sem ég hef mestar eða miklar áhyggjur af. Og það afstaða almennings þarna úti sem núna að svæfa börnin sín og vaska upp eftir kvöldmat. Mörg ykkar hafa verið rosalega dugleg og margir sem voru í sumir allavega í stjórnlagaráði hafa verið mjög duglegir að fjalla þetta mál. En eins og í mínu starfi, ég fer mjög víða, tala við marga og það kemur mér alltaf jafn mikið á óvart að heyra og sjá og finna hvað þessi boðskapur virðist samt rista stundum grunnt. Og nú erum við að tala mjög mikilvæg hluti og hérna tæknileg úrlausnarefni, en það sem eftir stendur hvað gerist 20. október, hvernig bregst almenningu við. Og mín spurning til ykkar, og sú spurning mun sennilega vera ríkjandi næstu vikurnar, í fyrsta lagi, hvernig vekjum við áhuga almennings á þessu, og b, hvernig ætlið þið og við að virkja almenning til að taka þátt 20. október. Takk fyrir. Upplagt að svara þessu bara öll og þá stuttlega hvert og meðan þið svarið og þegar síðasta svarið komið þá endalega búið að loka mælendaskrá. Takk fyrir. Ef við ekki bara byrja hérna og fara þangað. Þorvaldur. Vertu velkomin Svandís í samtökum nýja stjórnarskrá. Það félag var stofnað af fólki utan stjórnlagaráðs, en í því eru margir stjórnlagaráðsmenn og við ætlum að vaða eld og reyk næstu 30 daga til þess að reyna að fá almenning til þess að taka þessu tilboði sem Alþingi hefur gert fólkinu í landinu. Það sannkölluð lýðræðisveisla í vændum. Ég tel þetta vera mikilvægustu atkvæðagreiðslu í sögu landsins frá öndverðu því að við höfum aldrei fengið færi á því að svara spurningum já og nei jafnvægi atkvæða, auðlindir í þjóðareigu, beint lýðræði, persónukjör. Þetta einstakt tækifæri og það væri hryggilegra en tárum taki þeim sem að reyna að hræða fólk frá því að neita lýðræðislegs atkvæðisréttar síns tekst að ætlunarverk sitt. Það kalla ég aðför að lýðræðinu í landinu. En það eru 30 dagar til stefnu, gerum allt sem við getum, allt landið. Ekki til þess að segja fólki hvað það á að kjósa, heldur bara að segja því að fara og kjósa. Spurningarnar 6 eru svo einfaldar að menn geta svarað inn í hver sig, hvort sem þeir hafa búið sig vel eða ekki undir heimsóknina í kjörklefann. Og ég ekki minnst að vafa það hvernig atkvæðagreiðslan fer, en ég svolítið uggandi eins og þú það að ekki nógu margir átti sig á því hversu einstakt tækifæri Alþingi hefur þarna boðið þjóðinni. Þess vegna segi ég, brettum með bermarnar, það mánuður til stefnu. Sigurbjörg. Það sem ég vil segja í sambandi við þetta, að ég deili þessum áhyggjum þínum með að það sé svona ýmsar blikur á lofti að gluggi tækifærina til þess að fá nýja stjórnarskrá sé hugsanlega að lokast. Leið og eigir í það að fólk fara að hafa svona aðeins betra, fyrir sjá batamerki í hagkerfinu og það mikið hamrað því, við erum fann í kosningavetur, að þá viss hætta á að fólk hreinlega hugsi að þetta verður bara allt í lagi. En það sem fólk verður að átta sig á það að hluti af skýringunum á hruninu liggur í veikum stofnunum. Veikar stofnanir þróuðast á Íslandi vegna þess að stjórnarskráin hún gefur svigrúm til þess. Stjórnarskráin gefur svigrúm til þess að stofnanir eða ákvarðanir, umgjörð ákvarðana eru þróaðar og byggðar upp af einstaklingum og persónum og þeir eða þær hafa það mikil völd og það mikil svigrúm vegna þess að stjórnarskráin veitir það til þess hreinlega að móta stjórnkerfið okkar, móta þetta lýðræði sem að við erum að móta hér í lýðveldinu. Andi gömlu stjórnarskrárinnar og það það sem við Íslendingar verðum að skilja. Við eigum þetta land og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum ekki að þiggja vald frá konungi sem hefur erft landsvæði og álönd og lendur og svona færir fólkinu valdið svona nokkurn veginn að láni
og það í hendi konungsins og fólki sækir vald sitt til konungsins. Við sækjum valdið til okkar sjálfra vegna þess að við eigum landið og það það sem fólk verður að skilja og þess vegna mikilvægt að við setjum nýja stjórnarskrá. Mjög mikilvægt að svo stjórnarskrá sem núna kemur, hún mótuð af þessari kynslóð sem núna en ekki af kynslóðinu sem var á 19. öldinni. Það það sem ég held að við verðum að leggja áherslu á og þegar við hittum fólk fyrir á förnum vegi, það viss hætta á því að fólk festist í einstaka ákvæðum frumvarpsins. Og ég segi eins og þetta ekkert algott frumvarp, en það alls ekki verra en það sem við höfum. Það að mörgu leyti betra vegna þess að boða styrkingu stofnana og það það sem við þurfum sérstaklega á að halda. Og þurfum skýrari línur og við þurfum ramma og aðhald utan þá sem fara með umboð okkar hverju sinni. Það mjög mikilvægt að sjá þessu. Margrét. Já, ég tek nú bara undir allt sem hér hefur verið sagt, en mér langar aðeins að kannski horfa á þetta frá hinum vinklunum. Við megum ekki leyfa fólki að komast upp með að kjósa með rassinum, bara að sitja heima. Auðvitað eigum við að gera allt sem við getum til þess að hvetja fólk að fara á kjörstað. Ef þátttakan verður minna en við vonum, að þá þetta ekki ónýt atkvæðagreiðsla. Þá það bara þannig að þeir sem sátu heima treystu hinum fyrir atkvæði sínum. Og við megum ekki láta það einhvern veginn spila of stóra rullu hver þáttakan verður. Við erum að halda þessa atkvæðagreiðslu, hún ráðgefandi. Ef að niðurstaðan verður afgerandi óháð kosningaþátttökunni, þá ætlum við að hlíta þeim ráðum. Ingi. Mér hefur fundist merkilegt að fylgjast með því síðastliðna mánuði og ár að þeir aðilar sem að mörg af ákvæðum og greinum frumvarps stjórnlagaráðs beinast gegn, þá ég sérstaklega að vísa til Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og þá er ég að tala greinar í frumvarpi stjórnlagaráðs sem að snúast aukið gegnsæi og minni leyndarhyggju og annað slíkt. Já, við getum kallað þetta varnir gegn spillingu sem að felast þarna í þessum greinum. Það eru þessir aðilar sem að hafa barist hvað harðast opinberlega gegn þessu frumvarpi stjórnlagaráðs. Og þetta eru sömu aðilar og vilja koma í veg fyrir að núna, eins og við sjáum í fjölmiðlum fyrir nokkrum vikum, vilja koma í veg fyrir að einkavæðing bankanna verði rannsökuð. Og þetta finnst mér vera mjög merkilegt. Og ég sé ekki annað en að þetta frumvarp, að ég skil ekki af hverju einstaklingar út í samfélaginu, almenningur, ætti ekki að vilja þessa stjórnarskrá. Ég sé það ekki, af því að í henni eru virkilega miklar betrumbætur á núgildandi stjórnarskrá og ég sérstaklega kannski að vísa til þá greina og ákvæða sem að snúast spillingu í stjórnmálum sem svona mál sem ég hef mikinn áhuga á persónulega. Þannig að þú veist, þeir sem að fylgja gaggrínendum frumvarpsins að málum, ég fæ ekki betur séð en að þeir séu raun og vera að vinna gegn sínum hagsmunum sem borgarar í landinu. Vegna þess að þetta frumvarp, við sýnist að í raun og veru þjóna hagsmunum bara almennings alls í landinu. Þannig að ég spyr með því hvort að sá hluti almennings sem á móti frumvarpinu og fylgir þar með Sjálfstæðisflokknum til dæmis að málum, þegar þeir hafa haldið upp með harðri gagnrýni á frumvarpið, hvort að þetta fólk hljóti bara ekki að vera með einhvers konar afbrigði af Stockholmsheilkenninu svokallaða. Og Guðlaug. Já, takk. Mér finnst þetta fín lokaorð, þetta nefnilega það, eins og ég segi, ég tek undir með öðrum í deili þessum áhyggjum og sjálf var ég til dæmis bara verulega hneyksluð í kringum forsetakosningarnar þegar það eiginlega svo mikla þáttaka sem áhugi fyrir þeirri kosningu þar sem fólk líka við fannst mér stundum vera að ætla að kjósa hvernig forseta viljum við hafa, hvað á þetta embætti að vera, það sé kosningin
við erum til í að kjósa þegar við setjum andlit á, við ætlum að svona forseta hins en menn nenni ekki að lesa svona frumvarp að sko reglunum hvernig forseta ætlum að hafa og ekki. Maður fyllist ákveðnu svona vissulega vonleysi en eitthvað þarf að gera og það þarf að hvetja til og ég meina það, fólk hefur allar möguleika til að breiða út fagnaðarerindi og ég vil bara endurtaka einmitt eins og kannski Ingi var að tala að þessi umræðu öll, hún svona sýnir okkur svolítið hvernig landslagið hverjir þykja breytingar, hverjir ekki en það sem ég svolítið hrædd við í þessu að þetta lítur út fyrir að vera flókið og það eru svolítið 6 spurningar og þetta er flækjustig þetta er ekki spurningin fyrsta náttúrulega já, nei hún er samt í eðlisínu það flókin að það sagt það þetta frumvarp sem hún vill það liggir og þá þarf það að lesa það og lesa hitt og svo framvegis þannig að við verðum bara að gera okkar besta til að hvetja og nota okkar tengslanet til að hvetja fólk til að taka þátt.